Við höldum áfram hérna í svona Egils á þessum sunnudegi og í málþófi samstöðarinnar, maraþonmálþófi. Til okkar komin nýju gestir, Steingerður Steinarsdóttir, Mörður Árnason og Bryndís Haraldsdóttir. Þú ferð úr einu málþófinu í annað. Já, ég að verða æfð í þessu, þannig að ég bara komin hér að leysa ykkur af, ég skal tala. Já, þú búin að tala mikið í málþófinu. Sko, ég búin að halda 20 ræður í veiðigjöldunum. Já, ég segja það sé mikið og ég hef viðurkennt það að þarna hef ég tekið þátt í málþófi. Það hef ég aldrei gert áður og ekki heldur fyrir á þessu þingi. Það er svona eins og stjórnarliðar hafa gjarnan vilja mála það upp að við Sjálfstæðisflokknum og minnihlutinn hafum einhvern veginn verið í málþófi allt þetta þing. Svo er ekki. Nei, en þetta er málþóf. Ég viðurkenni það, þetta er málþóf. Okkur finnst þetta frumvarp eins og það liggur fyrir þinginu vont. Það er óskýrt, það er ógagnsætt, það er illa unnið. Og það sem verst er að það hefur ekki verið unnið nógu vel í þinginu. Það tók allt og langan tíma. Það er loksins núna sem að skatturinn fekk að mæta á fund og allir nefndarmenn, hvaða flokki sem sætu, fengu raunverulega að sjá ofan í talnagrunnin. Og það eru risastór mistök sem að meirihluti þings gerði þegar þeir neituðu gestakomur. Þar voru þeir svona stoppa hvað lýðræðislegt ferli sem þarf að eiga sér stað á þinginu. Þannig að já, við höfum mjög margt við þetta mála aðtuga. Já, en mér heyri samt þegar ég er að tala, ég var að reyna að fá aðra þingmenn og þá heyrist mér að staðan sé svo viðkvæm. Að það gæti bara ef einhver segir of mikið eða eitthvað starf, það gæti hleypt öll í bál og brand sem kannski er að renna saman. Já, ég vil meina það að staðan í þinghúsinu hefur verið ofboðslega slæm á undanförnum dögum. Hún er aðeins að léttast og það er ljóst að þingflokksformenn sitja á löngum fundum og það er verið að reyna að ná utanum málið. Og þess vegna kannski vill fólk auðvitað tala varlega og það er bara eðlilegt og við eigum að bera virðingu fyrir því ferli sem er í gangi. Þetta er bara hluti af þinglokum, hefur alltaf verið og mun líklega alltaf verða. Já, samt er þetta meira núna. Mér finnst þetta að vera þetta stóra mál sem hinn eru búin að segja við ætlum að ná í gegn. Já, sko ég segi það, nú er ég búin að vera á þingi síðan 2006, það myndi vera 9 ár. Mér finnst þetta mesti hnúturinn sem ég hef upplifað á þessum tíma en mér finnst það líka svolítið mikið málað upp í fjölmiðlum að það sé bara veiðigjöldin og mér finnst það hafa verið svona markmið stjórnarmeirihlutans í rauninni allt þetta þing að mála okkur upp í það. Það er einfaldlega það mál sem var komið í aðra umræðu sem við gerum mikla athugasemdir við en inn í þinginu eru fleiri mjög stór mál sem við gerum mjög miklar athugasemdir við. Þannig að auðvitað er mjög vonandi að það sé einhvern veginn hægt að ná utanum þetta og við skulum líka muna það að það er bara gömul saga og ný og hefur mjög oft gerst að ríkisstjórnir þurfa að koma með mál aftur inn í þingið. Þau þurfa ákveðin tíma til að meltast, til að vinnast betur, til að slípast. Það gerðist ofta síðasta kjörtímabili þegar ég var í meirihluta. Mörg mjög góð mál sem tóku langan tíma að fara í gegn. Ég ætla að nefna útlendingamáli, ég ætla að nefna lögreglulög og þau voru mun fleiri. Þannig að það er ekkert óeðlilegt í það þó að ríkisstjórnin dragi einhver mál tilbaka núna og kom bara með þau aftur í haust. Þá kannski betur unnin og þá er svona búið að tappa af ákveðnu ferli. Sjáum hvað setur, en Mörður, þú tókst þátt í málþófi þegar þú varst þingmaður? Já, ég þekki ágætlega þetta sem hún er að lýsa, bæði sem gerandi og þolandi. Það var að vísu að öðruvísi þegar ég var gerandi, þegar við sem sé gegn ríkisstjórn Davíðs og Halldórs, af því að þá voru aðra reglur. Það voru þannig að umræður enduðu. Það var gert ráð fyrir umræður enduðu. Það var sem sé, það voru engin takmark á ræðutíma, en það voru takmark á ræðufjölda. Þannig að þegar menn voru búnir að halda, mann ekki hvað það voru 2 eða 3 ræður í annarri og þriðju umferð, þá voru þið gældir. Þannig að smám saman þá kláruðust menn og þá var ekki hægt að halda áfram, þannig að það var endir. Svo var gerð breyting 2007 held ég, að mínum viti mjög slæm. Þá ætlaði þingmenn báðu með við að koma á skynsamlega vinnubröðum og breyta þessi núverandi orð. Þannig að þeir settu sem sé vissulega tímatakmörk á ræðurnar en þannig að lítill hópur þingmanna getur haldið endalaust áfram.
Þetta var náttúrulega bara, ég var ekki inn á þinginu þá, ég hristi hausið yfir og ég held að við sem hristum hausinn hafi nú haft rétt fyrir okkur. Stengur mjög þeir einn á þeim. Þetta er náttúrulega sko, nú verður að segja það, einmitt að því að verið báðum með við þetta borð. Að þetta stafar auðvitað því að það þarf jafnvægi á milli stjórnar og stjórnarandstöðu á þinginu. Þingið er sjálfstætt, það er ekki verkfæri ríkisstjórnarinnar, verður að hafa sinn frið. Og eftir hrun, þau ár sem ég var á þinginu eftir hrun, og þá fannst mér þingið vera svona burðugra að þessu leyti, ekki bara stjórnarandstaðan, þetta líka stjórnarliðar, ég var þá einn af. En þetta sem núna er að gerast á þinginu og Bryndís er hluti af, og við höfum verið að horfa upp á hérna undanfæri, þetta bara gengur ekki, þetta er bara rugl, þetta er della. Það er kosin, það er meiri hluti eftir kosningar. Núna er það góður meiri hluti, það er ekki tæpur, það er ekki minni hluti, þetta er ekki einhver svona stjórn og hún bara og sá meiri hluti hefur rétt af að koma sínum málum í gegn. En býttu eftir að meina þá við eigum ekkert að tala eða? Nei, alls ekki. Ég er að segja að stjórnarandstaðan á ekki og stór eða lítill hópur á ekki að hafa rétti þess að stöðva mál alveg endalaust. En það sem við gerðum í hinu systeminu var það að við gátum tafið mál, við gátum settið í vandræði, búið okkur til samningsstöðu og það er ekkert óeðlilegt að það sé með einhverjum hætti, en þetta er bara rugl. Þetta er þannig að þeir sem taka þátt í þessu, ég kannast þetta líka, þetta var eiginlega, stundum var þetta svona hetjulegt, að maður stóð heilu næturnar og var að tala og þetta var flott og stundum var þetta bara niðurlægjandi. Stundum skammaðist maður fyrir að vera að taka þátt í þessu. Þetta er enda svolítið langt síðan, 2015. Þá segir Bjarni Benediktsson, óskaplega skýrt meirihluti ræður. Þannig að það er alveg eftir hvoru megin við borðið fólk er. Já, algjörlega og ég hef, eins og ég segi, núna er ég í fyrsta skiptið að taka þátt í málþófi eða hef verið, ég veit ekki hvort að það mun halda áfram eða hvað, en ég hef líka vaktað málþóf, útlendingamálin í tvígang allavega og ég viðurkenni það alveg þegar ég kom inn á þing 2016, kom út úr sveitarstjórn, mér fannst það svakalega skrítið. Ég sagði mitt fólk, býttu, erum við ekki meirihluta? Ráðu þess ekki? Býttu, akkur þurfum við að semja um þetta? Akkur þarf að draga þetta tilbaka? Akkur þarf að koma með þetta aftur? Þannig að mér fannst það mjög skrítið, en svoleiðis virkar þingið og ég hef alveg lært að meta það út frá lýðræðislegum forsendum. Auðvitað ræður meirihluti. Meirihlutin hefur dagskrárvaldið, forseti hefur dagskrárvaldið og endanum fara hlutir í atkvæðagreiðslu og þá ræður meirihluti. Aftur á móti þegar við erum að horfa til svona norrænna þinga þar sem við segjum, þetta er óhefð hér á Íslandi að þessi málþóf, ég get alveg tekið undir það. Ég myndi mjög gjarna vilja taka upp mikið af vinnubrögðunum á norrænum þingum og þekki það sæmilega, er mikið í Norðurlandaráði og ræði þetta oft við mína kollega þar. En þá eru vinnubrögðin líka öðruvísi svolítið frá byrjun. Það er oft meiri kynning á þeim málum sem er að fara, það er meiri samtal og nefndir eru raunverulegu vettvangur samningaviðræða. Og það held ég að væri gott og það ætti að geta gerst. Fer þessi ríkisstjórn fastar fram heldur en svona þekkt áður? Frá bara upphafi þá er hvert máli á fætur öðru þar sem þessi ríkisstjórn hefur ætlað að breyta ákveðnum leikreglum, breyta því hvernig unnið er. Við getum bara, fyrsta máli er til dæmis, hvað heitir þetta nú? Mörðu þú hjálpa mig við það, skráin sem að þau ætla að leggja fram á þinginu? Þingmálaskráin. Þingmálaskráin, til dæmis, sem átt að geta trúnaðarum og þetta er sent á þingmenn og kemur fram í eldhúsdagsumræðum, þau byrja að halda blaðamannafund. Þetta er bara svona eitt. Og hvert tækifæri á fætur öðrum hafa þau vilja stíga mjög fast fram með því að segja, heyrðu, við erum meirihluti, svolítið eins og Móri segir, við erum bara nýkosin, við höfum bara mikið meirihluta og við höfum bara ráð þessu. Eins og Bjarni sagði. Eins og Bjarni sagði þarna, ég veit ekki í hvaða samhengi það er. Nei, þetta er það, já. En ég ætla líka að segja að Bjarni Benediktsson kenndi mér það eftir ég kom inn á þing með honum að hann bar ofboðslega mikla virðingu fyrir þinginu og þinglegri meðferð. Og það gerði Katrín Jakobsdóttir líka og ég minnist þess oft að fréttamenn hafi verið með mikrofóninn framan í þau og sagt, heyrðu, hver verður aldrei þessa máls? Og þau hefur sagt, heyrðu, nú er ég búin að skila málinu af mér, það er í þinginu og það er í þinglegri meðferð. Og þetta er svolítið sem að ráðherra þessara ríkisstjórnar hafa svolítið mikið runnið á svellunu einhvern veginn með að tjá sig við fjölmiðla þegar málið er í þinglegri meðferð og sagt, nei, hér verður ekkert gefið eftir, við ætlum að klára þetta mál og svo framvegis. Og gert lítið úr málflutningi annarra? Gert lítið úr málflutningi annarra og með því gert lítið úr þessu mikilvæga lýðræðislega samtali sem á að eiga sér staðinn á þinginu og sérstaklega í nefndum þingsins, þar sem að ég held að Mörður hljóta að taka undir með mér að er svona
lykillinn að því hvernig mál unnin. Það hlusta á sjónarmið, bæði frá meiri og minni hluta, en líka bara hagsmunaaðilum og þeim sem koma fyrir nefndina og þar myndast oft góð sátt máli. Það þýðir ekki endilega allir séu sammála og allir séu á grænatakkanum, en ef að málin eru unnin vel inn í nefndum, þá yfirleitt eiga þau sér svona farsæla leið í gegnum þingi. Við verðum hérna, það margt til þessu, Bryndís. Það sem ég skil samt ekki var þetta. Þegar ég, eins og ég man eftir þessu í þessari lýðræðislegu baráttu okkar, að þá var þetta þó þannig, stundum var þetta þannig að málin voru það vond að þau urðu að batna og stundum batnuðu þið einmitt við þetta. Sem eins og veiðigjaldið? Nei, þú talar veiðigjaldið, ég ætla ekki að tala það. Okay. En sko, það sem maður hugsaði á hverjum degi í þessu var þetta, býtum við, erum við að gera rétt? Erum við að hjálpa málinu? Hvað segir fólkið? Hvað segir almenningur og hvað segja þeir hópar sem við erum kannski að tala við sérstaklega um þetta? Og maður mat svona frá degi til dags þetta, hvernig eigum við að hafa okkur? Við getum auðvitað ekki haldið endalaust áfram, við getum ekki misboðið þinginu og starfi okkar og svo framvegis. Og ég horfa á ykkur þarna með veiðigjaldinu og fleiri málfársmálum því að þeir eru vera meira og minna í málfárum í marga mánuði. Það er algjörlega rátt. Og svo sér maður þetta veiðigjaldið. Já, það eru sko 62, 65 og 63% sem að styðja ríkisstjórninni í veiðigjaldsmálinu. Það eru engir áberandi hópar nema útgerðarauðvaldið, þannig að noti orðafæri Einars Valgeirssonar og Mogginn. Þú þarf ekki að afsaka það hér, bröðurinn. Sem að styðja þessara þrjá flokka í þessu og þeir eru ekki einu sinni að styðjast við massífa meirihluta sinna eigin kjósenda. Þannig að maður spyr, af hverju eru það þessu? Eru það einhverjir, hafa peningakallarnir eitthvað á þá? Eiga þeir þá? Af hverju eru það þessu? Eðlilegast væri bara að segja, bara stopp, nú semjum við þetta, hleypum veiðigjaldinu í gegn og höldum áfram og skoðum okkur sjálf. Hvernig lítum við út fyrir gagnvart þjóðinni? Þetta er svolítið stórt, en við verðum hérna... Af hverju taka sumir ekki þátt? Við verðum steingerðin hérna líka. Ég fyrir ekki haldið fram að ég sé þetta undir útgerðina, þú veist, ég kemur litla húsisbæ, sko. Svo harfum maður yfir þinglið og séu þetta, það eru sumir búin að halda 20 gráður og aðri 40. Sumir hafa bara haldið 1 eða 2, sumir enga. Ég tek eftir því til dæmis að Halla Hrund í Framsóknarflokknum, ég held að hún hafa haldið 1 ræðu við þetta. Já, og svo erum búin að vera í útlandi. Þórdís Kolbrún, hún tekur ekki þátt í þessu. Þannig að það eru svona þingmenn sem að gæta virðingar sinnar og eru bara ekki með í þessu, láta ekki á því bera. En maður sér það alveg á listanum að þeir bara segja nei. Það snýst fyrst og fremst að þingmenn hafi verið í útlandum. En ég leiður stengir aðeins að koma inn í þetta. Ég hef nú reyndar ekki tekið þátt í málþófi, en ég hef örugglega oft talað lengur heldur en áheyrendur mínir hafa endilega kært þuðum. Og það kannski hendir okkur alla. En hins vegar þá verð ég að segja að ég tek svolítið undir með Merði að mér finnst þessi aðferð sem notuð bara hvorki skynsamlega né skilvirk og ég held að bara allur almenningur sé sammála það og ég hef náttúrulega ekki rýnt ofan í allar tölur í þessu veiðigjaldafrumvarpi en við allavega sem búum hérna í landinu og erum bara venjulegt fólk, við erum þess fullviss að útgerðin getur gert betur heldur en hún hefur gert í veiðigjöldum og allar kvartanir sem ég hef heyrt frá útgerðinni snúast að nú þurfi þeir að fresta fjárfestingum og bara fyrirgefðu, mér finnst það bara ekkert vera neitt ofboðslegt stór mál þó að einhver útgerð þurfi að fjárfesta ögn minna í einhverjum vélum og tækjum eða við endurnýjum einhver skip eftir eitthvað 2, 3, 4, 5 árum seinna heldur en annars hefði verið gert. Og maðurinn minn nú sjómaður og búinn að starfa í útgerð í vel yfir 30 ár og við fiskvinnslu alls konar frá því hann var 17 ára gamall og hann bara hristir höfuðið yfir þessu bara og spyr sko what's the beef? Bara hvað snýst þetta? Þetta eru smáaurar. Smáaurar. 70-80% hækkun á veiðigjöldum á einu bretti. Já. Hvaða atvinnuvegur haldið að geti staðið undir 70-80%? 70-80%? Ég segja það, Bryndís. Ég ganga í lið með þér, þú mátt ekki vera einn í þessu. Það hefur verið bent á það að sjávarútvegurinn hefur fullt efni á þessu. Hann með 2-falt meiri hagnað heldur en almenn atvinnustarfsemi í landinu. EBITDA hærri en arðsemi eiginfjár það ekki.
Arðsemi eigið fjár bara, já, það hvernig mæleining sem oft hort á þegar mikið fjárfestingar liggja undir. Nei, það það sem eigandi leggur fram, það kemur ekkert við rekstri fyrirtækisins. Það bara hvernig þú ert að líta á það hvort það sé arðsemi í því að hvernig féð sem eigandi leggur til. Það að í rekstrinum að þá eru þeir að skila helmingi meir og ástæðan svo að þeir fá næstu því ókeypis hráefni og það heitir auðlindarenta og það eign sem almenningur á og almenningur á að innheimta hluta veiksinni. En viltu þá kannski útskýra fyrir fólki hvað auðlindarentan er? Kannski manst eftir svari forsætisráðherra hér í vikunni þegar hún einmitt svaraði því að þetta væri bara mjög huglegt mat og það er í rauninni búið að rekja þessi rök sem voru fyrir málinu um auðlindarrentu. Auðlindarenta þannig að þú berð saman rekstur á fyrirtækjum og svo ertu með fyrirtæki sem nýtur auðlindir. Getur verið álverið fyrir austan eða getur verið Samherji. Þá getur þú borið saman með svona eðlileg rekstrakostnaður sem í venjulegu fyrirtæki, svo kemur auka hagur inn í þessi fyrirtæki og það kallað auðlindarenta. Og það það sem almenningur á og það eðlilegt að almenningur fái það. Við ættum að vera að deila hér hvort almenningur ætti að taka 80% af þessu eða kannski vill einhver halda því fram 50-50. Nú þetta þannig að almenningur fær kannski svona 10-12% af þessu. Veiðigjöldin eru 33%. Það ekki út af útreikningi á auðlindarentu, heldur það út í bókhaldinu þar sem búið að nota allar bókhaldsbrellur sem hægt til þess að flytja hagnað út úr landi yfir í fyrirtæki erlendis og með öðrum hætti. Þetta er óhæf leið til þess að þetta er eins og Indriði G. Þorláksson hefur brent á. Mjög mættur. Mjög væg aðgerð. Mín skoðun svo hefur verið lengi að þetta vera 100%. Það er verið að kaupa aðgang af auðlind og af hverju á að slá af henni. Þá var það 100% og verðið, það er mjög einföld aðferð til að finna út verðið. Hún með aðferðum kapitalisman sem uppboð. Sem sé, bjóðið upp, þeir sem og náttúrulega með alls konar rammum og svo framvegis og þá kemur í ljós hvað þetta kostar í raun og veru. Og þá er engin deil um það hvort þetta er skattur eða ekki. Þetta er bara, það er verið að kaupa aðföng til rekstrarins. Aðföngin felast í aðgang. Svo líka að segja, ef þú vilt ekki kaupa þessu verði, þá kannski ég kaupi bara einhver annar. Já, grátt. Þetta er rosa tjafsök að breyta svona mikið bara svona. Þetta er ekki mikið, það er veitum í Indriða. Þá er kannski verið að tala að auðlindarentan, þetta veiðigjöld þessi hlutfall af auðlindarentu er kannski að fara úr einhverju svona 13% upp í 18% eitthvað. En sko það sem þið eru hér að tala, já. Þú veist af 50. Nei, en það sem þið eru að tala fyrir hér er bara breyting á fiskveiðistjórnarkerfi Íslendinga. Nei. Jú, ég meina það sem þú ert að tala fyrir hér er bara algjör breyting á því. Nei, fiskveiðistjórnarkerfi. Jú, það er það auðvitað. Fiskveiðistjórnarkerfi er úthlutun kvóta. Já. Það er spurningu hvernig á að innheimta gjald fyrir það sem er breytingin. En sko, þið eru aðeins að hafa inn í þessari mynd og nú ætla ég ekki að segja að mögulega geti útgerðin greitt meiri skatta. Skattsporið þeirra er reynda mjög hátt og við getum alveg rifist hvort þessi 33% sé rétt tala eða ætti að vera eitthvað aðeins meira. Það sem er verið að leggja hér til er samkvæmt þeim sem leggja fram frumvarpið 70-80% hækkun á veiðigjaldi á einu bretti. Það reynda að reiknast mismunandi út ef þú fer að horfa á kíló af þorski og kíló ís og hvernig það leggst. Í sumum tilfellum er það meira en það. En ef við látum það allt liggja milli hluta, þá þurfum við samt að muna það. Á Íslandi er rekinn mjög hagkvæmur sjávarútvegur. Á Íslandi greiðir sjávarútveginn umtalsvert fjármagn til ríkisins. Hvernig að segja þessi hagkvæmur? Akkur ég segja hans í hagkvæmur, vegna þess að skattspor þessar greinar er gríðarleg. Skattspor meinar það sem að ætla að telja Samherja til hvar heldur þessi greitt veiðigjöld eins og þú ert að lýsa sem eru 70-80%? Skattspor er eitthvað leikur, þar sem að þú ert að eigna Þorsteini Má í Samherja að hann eigi skatti sem að starfsfólki borgar. Nei, ég meina, já, ok, en hérna fyrir maður sér við það, þú ert að tala um að við eigum að taka til 80-90-100% auðlindarentu. Hvar í heiminum er rekinn hagkvæmari og betri sjávarútvegur sem skilar meiru til samfélagsins, til fólki sem býr í landinu? Ég get bent á til dæmis í Noregi. Í Noregi? Það eru engin veiðigjöld. Hefurðu ferðast upp í strendur Noregs? Ég ferðast svolítið Noreg, ég þekki átt til Noreg. Það er ekkert veiðigjald til dæmis. Það er ekkert veiðigjald á útveg. Þú fyrir fyrir samfélagið. Það sem að gerist í Noregi er að bátarnir koma að bryggju og þeir landa í sínu heimabæ. Það kemur ykkur úr vélsmiðunni, það kemur ykkur úr netaverstaðinn og þau kaupa kostinanna. Arðurinn af auðlindin hríslast samfélagið. Og það er sorglegt fyrir Íslendinga að ferðast upp eftir vesturströnd Noregs. Því þar kemur maður inn á bæi sem að líti út eins og Akranes gæti litið út ef að kvótin hefði ekki verið, einhverju kvótakallin hefði ekki bara selt hann úr bænum.
þá kemur maður inn í bæi sem að líti út eins og Þingeyri geti litið út ef að kvótinn hefði ekki verið seldur. Þá sér maður hvernig sjávarbyggðir geti litið út ef að kvótinn hefði ekki verið tekin af íbúum. Þannig nýtist auðlindin til þess að byggja góð samfélög. Já, en hún gerir það líka á Íslandi. Þú kemur hér í mjög öflug samfélög sem eru fyrst og fremst nákvæmlega það sem þú ert að lýsa netagerðarmaður og þetta, bara aðeins út af málþróunu, það sem ég hef verið að vísa í eru umsagnir frá sveitarfélögum. Það eru umsagnir frá sveitarfélögum, það sem kjörnir fulltrúar í sveitarfélögunum hafa verulegar áhyggjur af þeim álögum sem að ríkisstjórnin hyggst leggja á sjávarútveginn. Var einn ágæta auglýsing, norska auglýsingin, og það var gaman að henni vegna þess að hún er náttúrulega eitthvað versta auglýsingaflopp í sögunni, í pólitískri auglýsingasögu og sérstaklega vegna viðbragðana. Af því að viðbröðin voru þau að einmitt þau sveitarfélögum sem ekki eru öflug, sveitarfélögum sem mistu gögguna, sveitarfélögum sem fóru í kaf vegna þess að útgerðarmennirnir bara, börn, erfingjar útgerðarmennina fóru bara til Reykjavíkur eða til Hamborgar eða til Teni eða hvað það var með allan auðinn. Og skildu plássið eftir í drullu. Og hvað segja, og hverjir eru svo þess að hverjar koma álitsgerðir frá þeim sveitarstjórnum? Áliti sveitarstjórnarmanna, ég get nú ekki því miður ekki gert mjög mikið með það. Það er sveitarfélag eftir sveitarfélag þannig eru svona company towns þar sem að ein útgerðin á fiskvinnsluna útgerðin og fiskvinnsluna eiga meira að minna allt annað í sveitinni og þar með sveitarstjórnarmenn. Við sáum þetta í torginu Þú er ekki trú á lýðræðinu þarna út landa. Við sáum þetta ástætt í torginu á RÚV. Hagsmunirnir liggja svona. Þannig að við skulum bara vitna í útgerðarliðið sjálft og ekki í einhverja sekundar og tertíar liðið frá þeim. Já, þannig lítið auðvitað alls ekki á kjörna fulltrúa landi það í sveitarstjórnum, skilur. Nú Ég er bara að tala sem maður sem lítið við málun og er fullkominn frelsi til að segja algjörlega, þú hefur það. Ég veit að þú hefur það ekki en þú ert að reyna að pressa Ef ég ekki frelsi til að segja það sem við. Ef ég gerir lítið með álit þessara öflugu sveitarstjórna þá er ég á móti lýðræðinu í sveitarstjórnum. Men mér fannst þú tala þannig þegar þú segir að það gefur ekkert fyrir einhverja kjörna fulltrúa í sveitarfélagi því þau séu einhvern veginn undir. Þú sagt það við kollegaðina, þú getur ekki sagt það við. Ég veit alveg hvernig þetta gengur. Ég hef fullt frelsi til að segja líka það sem mér finnst, en við skulum hægt að rífast hérna og hlaupa þriðja meðlendunum að. Þú notar þetta ekki sem eitthvað. Þú notar hvernig þetta er. Krakkar, við skulum aðeins hérna, við erum eiginlega bara að fara að taka þetta mál. Ég myndi vilja sá lista yfir þessar umsagnir eftir því hvaða flokkar þetta eru sem er í þessu sveitarstjórnum. Þú getur bara tekið það saman, þetta liggur allt opið fyrir á. Já, okkur er ekki eitthvað búin að gera það. Þetta er meira og minna skilaboð Sjálfstæðisflokks. Þetta er meira og minna skilaboð, eigum við að tala um það, ég er bara að segja, þetta er bara meira og minna skilaboð Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks til sína eigin þingflokka. Það er að væntanlega sterkust í þessum sveitarfélögum, já. Sjálfstæðisflokkurinn er vissulega sterkur landið allt, en þarna er fólk úr öllum flokkum sem er að taka undir þessar umsagnir og þetta eru raunverulegar áhyggjur, enda létu samtök sjávarútvegs sveitarfélaga vinna fyrir sig greiningu á áhrifunum. Þær hafa ekki ennþá verið ræktar. Enda hafa útgerðarfélögin hótað ekki bara að draga úr fjárfestingum, heldur líka hótað að bara yfirgefa plássin. Og hvað segja sveitarstjórnarmenn þá? Hvað geta þeir sagt? Þeir eru þetta ábyrgir fyrir öllu, fyrir ábyrgir fyrir fólkinu sem er að vinna, ábyrgir fyrir barnanum í skólanum. Þeir hafa gert það eins og til þess flatir í dæmi. Þeir liggja undir þessu þrýstingi. Léttara hjal. Léttara. Og þá förum við bara yfir í Hvíta húsið, sko. Já, og það er léttara. Ég verð nú að viðurkenna að það hvílir miklu þyngra á mér það sem er að gerast í Hvíta húsinu heldur en nokkuð tíma. Já, getur orðið lengra alvarleg afleiðingar. Já, og bara hvað það er ofboðslegt rugl sem að þar er í gangi. Og ófyrirsjáanleiki og óöryggi og maður er eiginlega bara miður sín yfir því, maður bara bíður eftir því og ég held að flestum líði í dag bara eins og við sitjum á púðurtunnu og við séum bara bíða eftir því að ósköpin dynji yfir og sérstaklega núna eftir þessar árásir Ísraelsmanna yfir á Líbanon og við bara bíðum eftir því að þeir fari að nota sín kjarnorkuvopn. Að þetta er bara svo skelfilegt. Já, þetta er það og
og allt þetta í kringum þetta. Og bara til þess að sá við fréttir í gær, sko, Gaza þegar var verið að skjóta fólki niður sem var að koma í vonum að fá mat til að borða. Þetta allt þetta. Já, og það líka að Ísraelsmenn hleypa ekki alþjóðlegum hjálparsamtökum þarna inn á svæði. Þetta algjörlega, sko, hefur bara varla gerst í sögunni áður að alþjóðleg hlutlaus hjálparsamtök þau fá ekki aðgang að neyðarsvæði. Og hleypi í hjálpargögnum inn einu sinni ekki. Nei, nákvæmlega. En hvað segir Sjálfstæðisflokkurinn í þessu? Nei, ég veit ekki með Sjálfstæðisflokkinn, en sko, út af því að þú byrjar að tala hér Hvíta húsið og ég engin aðdáandi Trumps og það margt sem hann segir sem fer alveg afspyrnu mikið í taugarnar á mér og mér finnst rangt og út frá öllum forsendum. Mér finnst mjög rangt þegar hann byrjaði hér í rauninni að ráðast gegn frjálsum viðskiptum sem ég held að skipta máli. Ég var reyndar skal ég alveg viðurkenna, ég var bara ánægð þegar hann svona skammaði bæði Írani og Ísraelsmenn. Það mátti alveg og það held ég mjög mikilvægt að sko þau vakti Ísraelsmenn í sinni hervæðingu. En að því sögðu ef við erum að tala svona alþjóðamála þá það auðvitað miklu stærri átök og mál heldur en við erum eitthvað að rífast eitthvað veiðigjald upp á Íslandi, sko. Það náttúrulega bara einhver lúxusvandamál. Og það sem að ég auðvitað ofboðslega miklar áhyggjur af bara það að við lifum ekki lengur á friðartímum. Við höfum á síðustu áratugum lifað bara ofboðslega góða tíma, friðartíma, þar sem að maður hafði raunverulega einhvern veginn trú. Já, eigum við allavega að segja á svona Vesturlöndum að svona líkt þenkjandi ríki gætu staðið saman gegn brotum á mannréttindum og staðið með alþjóðalögum og virt landamæri og þess aftar. Og svo sjáum við auðvitað Rússa hunsa þetta með öllu, ýta öllu til hliðar, allt sem var búið að vera að reyna að fjárfesta í með einhvers konar samskiptum, hvort sem voru viðskiptaleg, menningarleg eða diplomatísk. Og Vesturlönd voru farin að treysta Rússum. Vesturlönd voru farin að treysta Rússum, Þjóðverjar keyptu bara gas í hægri vinstri af Rússum og svo ráðast þeir með þessum hræðilega hætti inn í Úkraínu. Það stríð enn í fullum gangi. Ofan að bætist þessar hörmungar allar í Mið-Austurlöndum og þar algjör púðurtunna undir, sko. Fyrst var þetta Ísrael og Palestína sem að var nógu slæmt með sína langu og miklu sögu, en þegar Íran og Líbanon bætist inn í þetta og þá teiknast upp þessi heimsmynd. Við erum með Rússa, við erum í Írani. Íran hefur náttúrulega verið að styðja hryðjuverkasamtök, sko, eins og Hezbollah og Hamas og þetta lið. Ég meina, svo eru þetta með Kínverja sem að einhverju leyti þegja en kaupa samt vörur af þessum aðilum og fjármagna þá á endanum, sko, þetta. Þannig að þetta auðvitað heimsmynd sem ég óttast mjög vel. Og selja þeim hergögn eins og þeir hafa gert, Kínverjar. Þannig að þeir eru aldeilis hluti af þessu. En svo bara það sem að virðist vera, og það eitt af því sem ég hef svo miklar áhyggjur af, það að við erum að fjarlægjast allar þessar hugsjónir sem að spruttu upp eftir seinna stríð og Sameinuðu þjóðirnar eru byggðar á. Þessar hugsjónir mannréttindi, þessar hugsjónir frelsi, þessar hugsjónir virðingu þjóða í milli, og þetta eins og þetta sé alltaf leysast upp. Og það finnst mér skelfilegasta tilhugsunin að ef að Rússar komast upp með það sem að þeir hafa gert, að ráðast inn í Úkraínu með þessum hætti og þeir fá síðan einhverja friðarsamninga þar sem er tekin stór hluti af Úkraínu og settur undir þá. Og ef að Ísraelsmenn komast upp með það að hreinlega útrýma Palestínumönnum, þá sitjum við uppi með það að hvaða tryggingu höfum við fyrir því að aðrar þjóðir virði þessi lög? Hvaða tryggingu höfum við þá fyrir því að það ráðist ekki bara einhver hingað inn eða inn í Þýskaland næst eða inn í Danmörku? Vegna þess að þá erum við komið með þau fordæmi að ef að þú ert með leiðtoga sem bara vill nógu mikið, fá einhvern bita af nágranna ríkinu sínu, að þá bara fer hann á stað og sækir það. Hunsar bara alþjóðareglur. Já. Mörður, þú ert með þessu. Já, ég bara tek undir þetta. Það man ekki hvaðan það var einhver blaðamaður eða álitsgjafi sem ég las
kona sem sagði sko þegar maður lítur í kringu sig í heiminum þá er ekki hægt annað en að fylla svartsýni en til þess að komast af frá degi til dags þá verður maður að vera bjartsýnn þannig að ég hef valið mér það að vera sko bjartsýnn nýjilisti vera sem sé þrátt fyrir allan eðlilegan bölmóð og svartsýni að þá verður maður að líta á hérna, hvernig var ekki Pónik og Einar líta á hérna björtur hlið sem blasir ekki við og það er það sem ég reynir frá degi til dags maður opnar, maður er svona ég byrja daginn ofta á að fara í síman og opna fyrir Guardian og Mondin sem eru svona blöðin sem ég les erlendu fréttirnar og ég var hættur því á tímabilið þetta var allt bara maður bara fekk alltaf guðsundar á kjaftsökið framan í sig það sem maður hefur kannski áveikið tekvandi þetta með þessi gildi maður getur verið kínískur og krítískur en það var auðvitað eftir seinna stríð, það er alveg rétt að það voru ákveðin gildi sem Sameinuðu þjóðirnar og samstarf þjóða byggðist á og þau eru eins og að digna og það sem meira er sko að alþjóðalög, alþjóðaréttur er einskis virði til að Trump bombarderar Íran þá er hann að ganga í fullkomin berhögg við alþjóðareglur og svo horfum maður á þýska kanslaran og Keir Blair Starmer í Bretlandi segja já þetta var eins gott að þið gerðu þetta fyrir okkur sem sé þeir bara leggja blessun sína yfir þetta brot af alþjóðalögum það má finna alls konar fordæmi þar sem þetta svona og alþjóðalög er að vera minna og minna virði nú réttaríkið til dæmis í Ameríku fréttirnar af Hæstarétti núna og lýðræðis hugsjónin eða virðingin hugsjónin kannski á mikið að tala í Bandaríkjunum en virðingin fyrir einhvers konar lýðræði er að minnka og síðan er þetta stand að við heldum að við værum komið með eitthvað svona margpóla eitthvað heimskerfi og við erum bara komin aftur í gamla 18. aldar standið þar sem að einn einræðisherra hér og heitir þetta og annar hér og heitir þetta og svo þriði hér og heitir hitt og þeir skipta milli skera heiminn á milli sín og bakgrunnur er svo sá að þetta erum við að hugsa og þetta erum við að takast á hverjum degi meðan fréttirnar af loftslagsbreytingunum hið stóra, hið mikla úrlausnarefni mannkyns á okkar tímum eru alltaf verri og verri og við erum nánast ekkert að gera í því. Þannig ég segi bara að maður þarf svo sannarlega á bjartsýni sinni að halda á hverjum degi. Nema það við getum grætt á því sko því að Evrópubúar sem eru að stikna þeir vilja koma norður í 10 og 12 gráður. Sannlega, en þá fáum við líka það sem við fáum náttúrulega í staðinn er afgaveður, er hærra yfirborð hafs og svo framins þannig að þetta sem er byrjað. En þetta er líka sko meðan að við erum með þessa leiðtoga og ég var að hlusta daginn á útvarpsþætti sem eru alveg afskaplega áhugaverðir og heita Konungsinnar í Kísildal og þarna á RÚV og þarna verið að tala þetta nýja tækni hægri sem að ryðja sér til rúms í Bandaríkjunum og það snýst allt það að við eigum að vera með einhverja sterka leiðtoga sem að eru bara eins og framkvæmdastjórar fyrirtækis og hugsa það eitt að hámarka gróðan og hámarka það sem hægt að fá út úr rekstri fyrirtækisins og það náttúrulega segir sig sjálft að þegar þú ert komin á þann stað þá skiptir mannúð engu máli, þá skiptir samlíðan engu máli vegna þess að hún er kostnaðarsöm og þá þarf það að fara að slá af gróðanum og þá skiptir heldur engu máli umhverfið hvort að það verður eitthvað eftir af loftslaginu eða náttúrinni, það bara skiptir engu í stóra samhenginu af því að við þurfum bara að halda áfram að græða og Trump er í raun og veru fulltrúi þessara manna og þeir virðast hafa flýgt sér á bakviðan en hvort að það stendur enn eftir að upp úr sauð milli hans og Elon Musk, það er aftur önnur saga. En þeir allavega vita það núna að þeir geta ekki stjórnað honum frekar heldur en aðrir. Smári. Heiminn. Getur þú stjórnað honum? Það er ég til að við full ástæður af áhyggjur af meira virðingarleysi fyrir alþjóðalögum og þeir sem helst eru í því að bróta þau niður er náttúrulega Bandaríkin og allt sem að tengist Ísrael og Palestínu hefur verið eiginlega grafið undan þessu
ekki Bandaríkjamenn búin að... Setur Bandaríkjamenn í fyrsta sætið í þessu? Já, ef þau myndu ekki stoppa vilja þjóða heimsins í Sameinuðu þjóðunum til þess að hemja þjóðamorðið og ofbeldi Ísraelsmanna gegn Palestínumönnum, að þá væri ástandið betra. Þeir stoppa það og þar með eru þeir raunverulega að stoppa það að Sameinuðu þjóðirnar virki eða öryggisráðið virki og þeir eru að reyna að stoppa það að alþjóðadómstóllinn virki með því að setja eitthvað svona viðskiptabann á dómarana því að þeir eru ósáttir við niðurskurðin og þetta er bara hryllilegt ástand. Kannski var þetta aldrei gott, kannski voru alþjóðlega bara fyrir hina, þetta til að hemja suðrið og þriðja heiminn en Bandaríkjamenn ætluðu aldrei að fara eftir því en það bara voruð augljóst núna kannski vegna þess að suðrið er að sömu leyti að styrkjast, að það verður það svona augljóst að þá vilja Bandaríkjamenn ekkert hafa alþjóðakerfið og það virðist vera eins og sagt er hér að í Bandaríkjunum eru stjórnvöld sem að horfa á heimsmynd sem að væri bara góð ef þetta væri fyrst og fremst samningar stórveldana, þá voru þau komin á 19. öldina og nýlenduveldin, að Trump geti samið við Putin og yfirvöld í Kína hvernig ég að skipta heiminum. Og það ekki góðu staði fyrir okkur. Nei, má ég spyrja ykkur hérna, getur við talað Bandaríkin fyrir og eftir Trump? Bæði og? Ég held að bara stutt Já, Trump þetta mjög sérstakt dæmi. Mjög sérstakur pólitíkus og þetta algjörlega óútreiknanlegur og menn eru að reyna að daðra við hann eða hafa áhrif á hann eitthvað svona frá degi til dags og við veit aldrei hvað kemur út úr því. En svo sér maður horfir líka við Biden-skeiðið að þetta er að breytingarnar á Bandaríkjunum er ekki bara Trump. Minni áhersla á Evrópu til dæmis, á samstarfi í Evrópu, það er ekki bara Trump. Það eru almenna breytingar í Bandaríkjunum sem að vilja leggja meira áherslu á Kyrrahafið en Atlantshafið og svo tekum við eftir öðru. Eftir stríð þá kemur upp, við töluðum svolítið barnalega hugsjónir. Eitt af því sem gerist er auðvitað það að ein hugsjónin er frjáls verslun og það má alveg kalla það hugsjón. Jón Sigurðsson, hann talaði frjálsa verslun, það var ein hugsjónum Jón Sigurðssonar í Suður Íslands. Og það var búið til kerfi frjálsa verslunar eftir stríð, Bretton Woods kerfið sem það kallaði, alþjóða gjaldeyrisjóðurinn og hvað heitir hitt dæmið þarna í Washington og svo framvegis og GATT eða 2.5 sem núna verið að tala að þurfa að endurnýja að gera eitthvað við og þetta var fallegt en þetta voru hagsmunir Bandaríkjamanna. Bandaríkin voru það veldi sem kemur út úr heimsstyrjöldinni með allt sitt kerfi í gangi, með framleiðslu sinna í gangi og þurfti markaði og þess vegna þurfti þau frjálsa verslun. Ég er ekki að skamma neitt eða gera mér athugasemdir en þessi hugsjón var í samræmi við hagsmuna þeirra. Núna er Bandaríkjamenn ekki þetta ríki. Kína er miklu frekar þetta ríki sem framleiðir og selur með kaupi fyrir verkalýði sem er ekkert. En þá skipta Bandaríkjamenn þá er frjáls verslun ekki lengur hugsjónir á þeim, þetta er eitthvað alltaf stunda framsæða búin. Já, skil. Getum við litið á Bandaríkin fyrir og eftir Trump? Já, örugglega í einhverju sagnfræðilegum ritum þá verður það gert þannig. En ég sagði hér áðan og ég held að það ætti öllum að vera ljós sem hafa hlusta á minn málflutning. Ef ég hefði verið í Bandaríkjunum og haft rétt til að kjósa þá hefði ég aldrei kosið Trump. Bara svo það sé alveg á hreinu. En Trump var kosin með meirihluta atkvæða og mér finnst það kannski meira hlutverk þá mín og stjórnmálana á Vesturlöndum að velta fyrir sér hvað orsakaði það að það var það sem gerðist. Og í mínum huga er það svona eitthvað sem við þurfum að glíma við að það er svona traust og trú á stjórnmál og traust og trú á kannski þessum ferli sem ég var að lýsa hérna á lýðræðisferli, samtali sem tekur ógeðslega mikinn tíma og er ógeðslega mikið vesen og getur meira sem líka verið ógeðslega dýrt. Að það einhvern veginn hjá almenningi bara, heyrðu, hætti þessu nú, bara kjósum einhvern sem ræður og gerir eitthvað. Og hættum málþófunum. Já, eða þá bara forsætisráðherra kemur og ræður öllu sem er kannski svona svolítið það sem að Ameríkan vildu bara einhvern sterkan mann, En að því sögðu, þá held ég að það geti líka einhverju leyti verið hættulegt fyrir okkar friðsæla ríki hér á Íslandi og annan vestræna heim ef að allur fókusinn fer á Bandaríkin. Vegna þess að þó að mér mislíki ýmislegt sem Trump segir og gerir, þá ætla ég ennþá að hafa þá trú að það sé lýðræðisríki, það er með þingi sitt og það er á að vera með svona check and balance eins og það heitir á mjög vondri íslensku, til staðar. Það sem er aftur á móti hinum með við okkur er Putin, sem síst einskis. Það er ekkert verið að velta fyrir sér einhverju lýðræði eða eitthvað.
Og talandi sko hérna þú veist, ógnina sem að okkar steðjar. Mörður nefndi hérna áðan sko brot á alþjóðalögum og þá nefnt hérna árásinn á Íran og ég ætla ekkert að setjast í neitt dómarasæti með það, en það alveg skýrt og það enginn að velkjast í vafa sko ítrekkuð brot Pútins á alþjóðalögum. Úkraína bara besta dæmi það. Og nákvæmlega eins og þú segir hérna, þú veist, maður óttast það þegar verður fríðarsamninga. Það tala að kjósa sko fyrir eftir Trump en við kjósum ekkert Pútín sko. Það bara allt annað stjórnkerfi. En það sem ég kannski aðeins að reyna að segja, ég held að það sé líka það sem að sko þessi heimsmynd, ég hugsa að einhver hérna mögulega í rússnesku sendiráðinu sem væri mögulega að horfa á þetta væri örugglega rosa glaður yfir því að við værum að fókusa á Bandaríkin. Og ég tek þetta sem dæmi frá mínum sko unglingstrengjum sem að sjá mest sitt í gegnum TikTok eða YouTube eða eitthvað, hérna sko sem fóru allt í að segja, býtu hvað, mamma Trump ekki bara eins og Putin, þetta ekki sama shitið sko. Það svakalega hættulegt. Við eigum að sjálfsögðu og allir hafa frelsi til að gagnrýna og við eigum að gera það, en ég segi bara við megum ekki missa fókusinn á því sem raunverulega ógn við okkur. Og ég held að okkar mesta vörn Íslands, herlaust ríki hérna í Norður-Atlantshafi, snýst alþjóðalög. Það númer 1. Svo eru þau brotin af ákveðnum aðilum ítrekka. Númer 2 það aðild okkar að NATO og númer 3 það varnarsamningurinn okkar við Bandaríkin. Og ég held að fókusinn okkar eigi að vera á alla þessa 3 þætti í því hvernig við tryggjum varnir landsins. Sko ég get alveg tekið undir þetta og ég held að þetta sé alveg rétt hjá þér og vissulega Pútín sko alls ekki betri heldur en Trump og það að við séum að fókusera á Bandaríkin held ég að sé svolítið mikið vegna þess að það hefur verið þessi vagga lýðræðisins. Það hefur Rússland aldrei verið, þannig að við höfum aldrei búist við því af Rússum. Og jafnvel höfum við kannski bara alltaf búist við hinnu versta af Rússum frá því að Stalín var og hét. En á hinn bóginn þá höfum við alltaf litið til Bandaríkjanna til þess að vera þessi leiðtogar hins frjálsa heims, vera þessi leiðtogar, þessir sem að standa með mannréttindum, en þeir gera það bara einfallega ekki og nota bene, þeir eru meðal fárra ríkja í heiminum sem ekki hafa samþykkt mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna. En sko fyrir og eftir Trump, ég alveg sammála því líka að það hefur ábyggilega verið að breytast hægt og hægt í Bandaríkjunum þessi sem sagt vilji almennings til þess að vera þessi beacon of light frelsisins eða hvað á að kalla það. En líka, og eins og þú bendir réttilega á að það meiri hluti landsmanna sem kýsan og þeir geta ekki þessi meiri hluti 77 miljónum manna verið allir jafnvitlausir. Þannig að það þetta sem að ég einmitt var að tala þetta að fá þennan sterka leiðtoga, þennan framkvæmdastjóra, það það sem þetta fólk að leita eftir af því að alveg rétt hjá Bryndísi, lýðræði verður aldrei skilvirkt. Það bara ekki þannig kerfi. Við getum ekki búist við því að einhver komi inn á þing Íslendinga eða þing Bandaríkjanna og breyti einhverju með eina pennastriki. Þetta tekur alltaf tíma. En það þessi hugarfast breyting sem að ég hef áhyggjur af og ég held að stór hluti af því líka hvers vegna Trump komst að með svona miklu meiri hluta einfallega það að Bandaríkjamenn bara ekki tilbúnir til þess að kjósa yfir sig konu, þeir bara ekki komni lengri en það og ég tala nú ekki fyrst að þetta var kona þar að auki sem var þeldökk og líka þú veist þessi einhvern veginn hugsun að það eigi að taka alla skapaða hluti og valta einhvern veginn yfir þá og við eigum að hafa einhvern sem bara gerir hlutina og gerir hlutina fyrir okkur. En það bara alls ekki það sem að sko okkar samfélag hefur byggst á og það þess vegna líka sem að maður óttaslegin. Og eins og ég segi að ég alls ekki að gera lítið úr þeirri ógn sem stafar af Pútín en þegar að krosstrían bregðast að þá finnst mér við vera komin á svo vondan stað.
Og ef ég má skjóta inn í að sko Bandaríkin hafa líka verið þessu öflugi sko aðili, nú vantar mér hérna íslenska orð, svona soft power sko. Þú veist, og eigum að taka hjálparstarfið inn í þetta, nú hef ég sko setið í þróunarsamvinnu sko. En þetta er náttúrulega ríki sem hefur ráðist inn í Líbíu, Sýrland, Írak, Afganistan, ég talið þetta er ekkert soft power sko. Nei, en þeir hafa verið stórir í þeim aðgerðum með lítið af soft power. Þeir hafa verið langstæðstir til dæmis í þróunaraðstoð. Nú eru þeir að draga sig út. Þá finnur heimurinn allur fyrir því sko. USAID niður. Nú er það að leggja USAID niður sem hefur ekki bara... Við tækjum sko hernað Bandaríkjanna gegn öðru þjóðum. Þeir hafa líka verið í hard power, ég ekki misskilja mig í því, en ég var að tala hitt. Já, við erum auðvitað að tala mikið Bandaríkin vegna þess að þau eru helsta stórveldi samtímans og hafa verið í... Ég vil bara aðeins spjöldinu, því að verða þannig öryggisógn. Ég hef óttast ekki innrás Rússa í Ísland, en það má vel vera eitthvað að gera það. Ég held að öryggisógn okkar sé mest sem niðurbrot svona lýðræðis í okkar heimshluta. Og þar Trump stendur mjög framalega í því að brjóta niður svona, hvað ég var að segja, valdreift lýðræðiskerfi eins og við töldum, teljum vera nauðsynlegt til þess að halda samfélagum saman. Við erum ekki hlynnt einhverjum einum sem á að stýra og stjórna. Við viljum að háskólarnir og akademían sé frjáls og taki sjálf ákvarðanir hvernig hún þróast. Við viljum að fjölmiðlarnir séu þannig. Við viljum aðskilja dómskerfis, við viljum ekki bara hlaða inn í Hæstarétt einhverjum harðkjarna hægrimönnum og öðru slíku, en ég menna það bara verið að brjóta þetta niður í Bandaríkjunum og ákveðin hætt annars vera, það hætt á því að þetta smítist einhvern veginn yfir á heimshluta því að við lifum ennþá hérna bandarísku öld. En það mest, hérna þegar við vorum að tala að vera bjartsýnn, að ég svona pínlítið bjartsýnn á því að það sé að verða til ansvar við þessu. Þegar þú horfir á það hversu langt við erum komin á einhvern einstigi sko fasismans, að þá sér maður til dæmis margir sem mæti í Gay Pride í Ungverjalandi, bara til þess að reyna að varpa þessu helviti af sér. Óbúslega fallega myndir þaðan í gær. Sósíalisti að sigra forkosningar í New York sem við Bryndís hljótum að fagna. Við skulum vera sammála Budapest Pride, það var fallegt. Ég vona að kannski svona alvaran farið að renna fyrir fólki bara hvert erum við komin? Ef við ætlum ekki að missa þetta, þá verðum við að gera eitthvað. Förum við hraðar í þessa átt sem þú ert að tala eftir Trump, eftir hann kom. Þar sjáum við svona breytingarna fyrir og eftir að það má ekki hins vegar ofmeta hans árið því að Mörður nefndi Biden hérna áðan og til dæmis svona þrýstingur á því að herrvæða Evrópu sem mun bara gerbreyta Evrópu sem NATO var að samþykkja sem endar með því að verða flutt peningar, stórkostlegi peningar úr svona velferðarkerfunum yfir í hernað. Trump sló taktinn fyrir fyrrakjörðumfylginu, Biden dróð það ekki tilbaka. Biden hefur dróð ekki tilbaka sem Trump gerði sko. Þannig að það ekki eins og séu einhverju valkostir í Bandaríkjunum. Þannig að það verður að verða til að bara nýr valkostur og almenningur bara rísu upp og já, ég held að við ættum að vonast þess. Það að gerast í Bandaríkjunum og maður sér að þetta mis á þessum dómi í Hæstarétti sem hefur áhrif á innflytjendur sem sé að Trump getur farið í helmingi fylkjana og bara hent út innflytjendum en ekki hinum helmingnum. Þannig að það komin svo staða sem sé að bláu fylkin og rauðu fylkin að það verður mismunandi sem sé bara samfélagsástand annað samfélag í bláu fylkjanum og rauðu fylkjanum. Þetta er náttúrulega skrítið og þetta er feikilega hættulegt fyrir samheldina í þessu landi hjá þessari þjóð að koma að kalla það. Ég sá bara fyrirsögnum með dóm, getur útskýrt þetta aðeins betur? Sem sé, sko Hæstaréttur segir dómarar geta ekki stöðvað tilskipanir hérna forseta en svo er það einhvern veginn þannig að í sumum ríkjum er það hægt. Þeir geta það í sumum ríkjum, halda vendarhendi yfir því í sumum ríkjum. Þannig að þetta getur komið og þetta þegar orðið þannig á fóstureyðingamálum. Sem sé að konur þurfa að fara úr einu fylkinu. Og svo er náttúrulega þetta, það er hérna þessi gæi hérna í New York og hann er allt í einu komin hérna progressífur gæi sem getur orðið borgarstjóri í New York og svo framvegis og það er heilmikið að gerast á vinstri vægnum í Bandaríkjunum þannig að við skulum nú ekki afgreiða þau út, það er ekki þannig en í stórum dráttum af því að þú varst nú að tala hérna varnarsamningunum í stórum dráttum á þessum fundi í Haag NATO-fundinum í Haag þar sem leiðtogar NATO voru nú eins og kjánar
að daðra við Trump. En það sem stendur eftir það það að hverju kemur þetta loforðum 5% eða 3,5 plus 1,5% og það sem menn segja það að það alveg svo að Trump og hins vegar Putin. Að bæði Trump og Putin sem að íta á sem sé Evrópu eða á NATO-ríkin nema Bandaríkin að fara þessa leið að verða sem sé sjálfstæðari. Og það sem að gerast auðvitað það að það að verða til svona Evrópu, NATO og svo Kanadir. Og Trump svona slær úr og í með 15 grein Atlantshafs sáttmála hérna frægu að verja og ég var nú svo frægur daginn í fyrsta sinn í 40 ár að lesa fræga varnarsáttmála sem auðvitað ekki varnarsáttmáli, þetta hann herstöðarsáttmáli, hann sáttmáli milli Bandaríkjanna og Íslands að Bandaríkin hafi getið haft hérna herstöð og hann ekkert meira. Þannig að ef það reynir á, skiljið þið, ég er ekki að spá því, en ef það reynir á þá segir þessi sáttmáli sjálfur ekkert það að Bandaríkjamenn komið hérna og verji Seyðisfjörð eða Ríkisútvarpið eða eitthvað álíka, hann bara segir við megum hafa hérna herstöð og við tökum þátt í þeim vörnum sem okkur sýnist. Þannig að við erum ekki örugg með svona þessar hörðuvarnir í þessu dæmi. Í þessum samkomulag erum við að sofast inn í þetta hard power sem þú varst að tala sem náttúrulega ótrúlega sorglegt. Þú veist, ef að Evrópa ætlar að trúa því að það sé engin lausn í öryggismálum annað en bara hard power, þá endar þetta bara mjög illa. Sá til með það. Það endur við í stríði. En ef Bandaríkjamenn, nú ætlum ég ekki að fara hérna í sprengjuátatalningar eða eitthvað herstöð á mat, en það eru þetta þannig að Bandaríkin eru með 100.000 manns í hermenn í Evrópu og alls konar kerfi og hergögn og ef þau ætla að fara með því út af hvað gerir Evrópa þá? Gagnvart þeim möguleikum sem að Putin hefur, segir mann ráðast nú ekki á Ísland, það sem hann langar til að ráðast á. Það sem er augljóst að kallinn hérna á 18. öldinni hann vill fá gamla veldið sitt eftir. Hann vill fá Eystrasaltslöndin, hann vill fá Austur-Evrópu, hann vill fá Asíuveldi Sovétríkjanna og gamla keisaraveldisins og þar er þetta ætta. Mitt svar er bara þetta, sko. Ég held að við eigum að efla Evrópuhlutann og vera þar inni. Og við eigum að lokum að ganga í Evrópusambandið þó að það sé ekki ennþá og verður ekki varnarbandalag í sjálfu sér. Og ég held að það sé okkar svar við því sem er að gerast núna í heiminum. Ég ætla að fá að bæta einu við, ég talaði hérna sko 3 varnir, það væri fyrst og fremst alþjóðalögin og svo væri það NATO-aðildin okkar og svo er það samningurinn við hérna Bandaríkin. Ég er ekki hlynnt í að ganga í Evrópusambandið en ég er mjög hlynnt Evrópusamvinnu. En ég ætla að bæta 4. punktinum við í þessu tilfelli og það er aukið norrænt samstarf. Og hérna þó að það sé sagt hérna sko óttust við það að Rússar ráðist inn á Ísland, nei ég get ekki séð að það sé mjög líkleg sviðsmynd. En hvað haldið að Finnar haldi? Já, ég skil það. Ég meina, ef þú kemur til Litáen, þú veist, því ég er að vinna náðu með þessu fólki. Við höfum alltaf hagsmuni þessu lönd. Ég meina, hvað segirðu? Við höfum alltaf að það er hagsmuni þessu lönd. Þessi lönd eru hérna nábýli við Rússland og það er bara innprentað í sögu þeirra ógnin á austri. Við erum ekki þar. Við að taka 5% af okkar landsframleiðslu og hendi hérna vegna þess að eistrar eru óöryggi með sín öryggi. Já, fyrsta lagi þá erum við ekki... Svona er þetta samúðarframlag? Nei, ég meina það, hér erum við að tala sko alþjóðasamstarfi hérna og við erum lítil eyja upp í Norður-Atlantshafi. Ég er ekki að tala að við eigum að setja 5% af okkar landsframleiðslu í einhverja hernaðaraðgerðir, en ég er svo sannarlega á því að við þurfum að vera verðugir bandamenn og við þurfum að sýna upp á frekari varnir. Því hvernig getum við ætlast til þess, ef að Rússar kæmi nú til Íslands, að einhverjir aðrir komi hér og verji okkur þegar við leggjum ekkert á mörkum? Það er engin að koma að verja okkur nema Bandaríkin og við erum skilgrúða árvæðsvæði þeirra og það vita Rússar og það vita allir. Þannig að það er engin að koma hingað. Ég skil ekki af hverju, af því að segjum að þetta er rétt mann til að finnum að þeir verða að verja 5% landsframleiðslu í hernað. Af hverju eigum við að gera það svona þeim til stuðnings? Því að þetta er sára lítur upp að þú bætir ekkert Finnland, sko. En höfum við ekki hagsmuni af því einmitt að það sé friður í Evrópu? Að það sé... Þess vegna er ekki að auka hernað, sko. Gott ástand. Besta leiðin til að búið til stríð er að auka hernað. Já, en við erum náttúrulega kannski ekki að tala samkvæmt, ef ég skildi það rétt sem kom út úr þessu NATO-fundi, þá var þarna skilningur á Íslandi sem herlausu landi, en við höfum samþykkt að
leggja aukið framlag til 1,5% í hernaðarlega innviði. Nei, borgarlega innviði. Í innviði eins og almannavarnir og ýmislegt fleira sem að, já, sem að kjarnorkukafbátalægi í Helguvík og... Já, það náttúrulega er kannski... Já, það verður þetta verður það sem að mannvirkjasjóður NATO að leggja blessu sinni yfir. Það veist ekki um það, vegurinn yfir Hellisheiðina, hann verður skriðdreka fær. Nú má hæpa og kalla og það er sjálft að gera það og svo þróun að 5% af landsframleiðslu Evrópuríkja að fara í hernað það er bara ekki sniðugt, alls ekki sniðugt. Nei, en hvað okkur var að þá verða þannig að frá 49 og 51 og ég tek fram ég er engin NATO-vinur og ég er herstöða andstæðingur að þá hefur Íslandi verið með þá sérstöðu í Atlantshafsbandalaginu að við erum ekki með her og við erum ekki með hernaðarútgjöld. Við erum eins og auðvitað, við tókum þátt eins og við erum hérna með eigið öryggisapparat og við tókum þátt í því, við erum með lögreglu, við erum með fangelsi, við erum með landamæri og það sem Kristrún og Þorgeir og Katrín sögðu á NATO-fundinum um daginn og sögðu ekki fyrsta sinn, var það við erum tilbúin að fara upp í 1,5% með þetta. Með uppbyggingu, með sem sé borgarlega varnir eða hvað við kallum þetta og öryggisútgjöld. Og það er það sem við þurfum að gera hvort þið það sem menn hafa verið að ræða í 10 ára og 15. Að við erum ekki með nógu gott system hérna í hinum á þessum dæmum í þessu. Við erum með, tókum nú bara björgunarsveitirnar. Það er þetta system sem það er alveg augljóst að við þurfum að fara að stokka. Þetta er ekki alveg svona. Kristrún sagði að helmingurinn af þessu, það eru hvort sem er að eyða. Hinn helmingur, veistu hvað það er mikið? Það eru 35 milljarðar á ári. Til 1985. Til sem að við ætlum að láta NATO stjórna hvernig við ráðstöðum, við ætlum ekki að byggja upp hjúkrunarheimili, við ætlum að breikka veginn yfir Hellisheiðina svo skriðdreki komist það. Já, það er enginn sem sagði við ætlum ekki að byggja hjúkrunarheimili. En það sem við skulum bara sjá til hvað gerist. Við skulum bara taka það eitt í einu, en við skulum ekki segja strax eins og þú sagðir 5% í hernaðarútgjöld, það er ekki þannig. Þetta er í fyrsta lagi 1,5% og í öðru lagi þá er þetta ekki hernaðarútgjöld, þetta er sem sé öryggismál af ýmsu tagi. Þetta eru innviðir sem mannvirkjasjóður NATO á að blessa. Já, mannvirkjasjóður NATO er náðurlega borga fyrir að segja þess mann hefur verið með í okkur. Hann er ekki að vera að gera það. Og í Reykjanesbrautin, Keflavíkurvegurinn, flugstöðun sem framvegis. Þetta mun koma á íslensku skattfé, þetta kemur ekki frá NATO. Já, þá er það ekki mannvirkjasjóður NATO. Ég ætla ekki að blanda mér í þetta. Ég veit, haldaði fram vörður að þessi peningar munu koma til Íslands, þetta er ekki það sem við eigum. Tölum skýrt, en tölum það sem liggur á borðinu. Förum ekki fram úr okkur því. Þetta er það sem liggur á borðinu. Það er 1,5% í öryggisinnviði. Og ég tel ánum að vita mikið um það, ég er ekki á þingi, þetta er ekki mitt mesta áhugasvið að þessir öryggisinniðir sé það sem við höfum verið að tala um hérna mjög lengi. Við höfum verið að tala um vegi, við höfum verið að tala um hafnir, við höfum verið að tala um flugvelli, við höfum verið að tala um landamærin og við höfum verið að tala til dæmis af fangelsi. Já, og þetta er eitt af því sem við þurfum að koma upp og það er það sem önnur þessi bandalagsríki okkar telja að nýtist, það er bara þannig. Við erum ekki að stofna hér eins og byrju hver var þetta sem ætlaði að stofna hér? Jú, hann er hérna gamli sendiherra. Nei, hann er örugglega að vísa í það sem ég hef verið að segja. Vildir þú stofna hér? Það er þetta fyrsta skref ég að stofna hér. Margir vildu misskilja þannig. Ég var ekki að leggja til hér og ég held að Ísland geti seint staðið undir hér en ég hef sagt að til einhverja framtíðar ættum við miklu frekar að horfa til norræns hér og við getum verið einhver þátttakandi þar. Og hér er verið að vísa í fyrirspurn sem ég lagði fram á utanríkisráðherra hvort við hefðum einhverja yfirsýn yfir þá Íslendingar sem hlotið hefðu herþjálfun. Svar við því er 0. Og ég held að væri skynsamlegt. Ég er ekki og þá er ég meira svona að horfa til þess að utanríkisráðuneytið geti sagt, heyrðu, þeir sem hafa einhverja reynslu og menntun á þessu sviði, hefðu þið áhuga á að skrá ykkur hérna í einhvern gagnabanka, þannig að við vissum hverju, það gæti leitt til þess, en það sem ég er kannski fyrst og fremst að hugsa þarna er sko að við þurfum að auka þekkingun okkar á vörnum. Og ég held að það eru Íslendingar sem að hafa farið í herskóla, jafnvel farið í herþjálfun, jafnvel farið á átakaslóðir og ég held að það væri bara ágætt fyrir íslenska ríkið að hafa yfirsýn yfir þessa aðila og geta leita til þeirra ef að til þess kæmi. Þegar þú útskýrir þetta svona, þá fer ég nú að vera meira sammála. Já, sko, við getum verið sammála um ýmislegt. Mér hefur fundist lengi vera bara kjánalegt af okkur að vera ekki með opið, ekki lokað, heldur opið
svona opna umræðu og gagnasöfnun og undirbúning að því sem heitir alþjóðamál, að því sem heita varnir, öryggismál og svo framvegis. Og ekki loka það inn í Varðbergi eða einhvers staðar í þriðja kjallar utanríkisráðuneytisins, heldur þetta sé almennt opið. Þekkingarmiðstöð hjá háskóla meðal annars. Já, það sé þannig. Við ætlum ekki að hafa her, við viljum vera herlaus, við viljum halda fram friði, en við getum ekki neitað tilvist hernaðar átaka erfiðleika í heiminum þess sem að gerast og við erum að taka fullan þátt í því. En við megum okkur undir það að eina lausnin í vá í heiminum sé hernaður. Alveg sammála. Það gengur ekki. Það bara NATO í þessu, Evrópusamband í þessu, Trump í þessu, Íslensk stjórnvöld í þessu. Það er verið að heila þó okkur að eina leiðin til þess að mæta ógn sé að byggja upp hernað. Og það bara ekki þannig, hefur aldrei verið þannig og mun aldrei verða þannig. Nei, þar er ég líka alveg sammálaðið Gunnar Smári, en það er eitt af því sem ég tók inn í þarna og ég hjó eftir varðandi þetta sem þær voru að tala um að veita til öryggis og varnarmála. Það var meðal annars að huga vörnum okkar hvað varðar tækni og ljósleiðara og annað og það er búið að vera að tala um þetta mjög lengi, að þetta er eitt af því sem við þurfum að huga að og vera undirbúin og það er bara hernaður sem er í gangi í heiminum, ekkert endilega af einhverjum ríkjum en líka bara tilteknum óbrútnum einstaklingum sem að hafa verið að gera tilraunir til þess að brjótast inn í stór kerfi eins og bankakerfi og ýmislegt annað. Og ég sé ekki annað en að það sé bara mjög af einu góða ef að við Íslendingar búum okkur undir eitthvað slíkt. Svo var önnur atriði sem að valda óryggi. Það var, OECD hefur verið með einhverja skýrslu með menntun á Íslandi þar sem kemur meðal fram að við stöndum okkur afleitlega í menntun innflytjenda á Íslandi. Það veldur óryggi. Þannig við verðum að laga þessa, við getum kallað það soft innvið eitthvað sluðis, til þess að skapa hér félagslegt öryggi og traust í samfélaginu. Því að það er það við horfum til Bandaríkjanna og annar landa sem er í stórkostlegum lýðræðisvanda. Þá er það út af auknum ójöfnuði, út af aukinni skautun og öðru slíku, út af yfirráðum auðkýfinga yfir fjölmiðlum og samskiptamiðlum. Við þurfum að líta miklu víðar á þetta öryggishugtak og það er það sem að Kristrún, vinkona mín Frostasdóttir, var að gera í kosningabaráttunni og fyrir kosningar. Þá var hún talað um öryggi og þá tókum að öryggibítum við það löggan og herinn. En þá er það ekki þannig, þá erum við að búa til samfélag sem byggist á öryggi og þá er það miklu víðari skilgreining á öryggi þetta er hingað til við verið. Og ég held við að taka þetta þannig og ég ætlum ekki að fara að gefa einhverjar leiðbeiningar en ef það er hægt að koma einhverjum útgjöldum innan þess að 1,5% ramma í slíkt öryggi, þá styð ég það. En sko þetta 1,5% er mjög opið, það NATO er ekki eins og búin að skilgreina það sjálft, það er ekki búin að nást einhverju, en það verður það opinn þáttur. En mér langaði aðeins bara út af Gunnar Smári, ég sammálaður varandi það sem að OECD var að segja og ég hafði miklar ágjör af þessu því ég var að rýna síðustu PISA-niðurstöður fyrir utan það að við værum að fara niður heilt yfir. En þá sýndu þær að innflytjendur á Íslandi, eða börn af erlendu bergi, voru að standa sig mun verr og leið mun verr í skólanum miðað við innflytjendur til dæmis á hinum Norðurlöndunum. Og þarna erum við mögulega að búa til hættuástand. Og íslensku kunnátta eða þá kunnátta í sjóntungu viðkomandi lands, þá eru við langlökust. Já, og þarna, og ég sérstaklega horfa þarna bara líðan, en auðvitað tengist þetta allt saman. Við gætum örgulega að tekið heilan þátt í menntamálin, en það sem að mér langaði eins að segja var þetta öryggis og varnarmál. Það er svo gaman að fara að enda þáttið svona að þið eru sammála. Viltu enda þá, eða ég kom með meira? Nei. Ég ætlaði aðeins út að talandi um svona öryggismál í víðum skilgreiningi. Nú vorum við með formennsku í Norðurlandaráði á síðasta ári, þar sem að ég var forseti og Oddný G. Harðardóttir Samfylkingu var varaforseti og okkar fyrirsögn í formennsku áætlun var friður og öryggi á norðurslóðum. Og alltaf þegar við vorum að ræða þetta, þá útskýrðum við það líka, við vorum annars vegar með orðið friður og hins vegar með orðið öryggi og við varum að útskýra út frá mjög víðu samhengi hlutana. Út af því að þú talar hérna áðan um loftslagsbreytingar. Við erum eyja í Norður-Atlantshafi, við erum norðurslóðaríki þar sem að ísinn er að bráðna og það eru vissulega ýmsar ógnir sem tengjast kannski svona beint hér að ráðast sig á innvið okkar eins og kaplan okkar eitthvað þess áttar. En það er líka alls konar annars konar ógnir sem geta komið til meðal annars vegna ísinn er að bráðna, vegna slysa sem getur orðið hér upp á norðurslóðum og við berum ábyrgð á því.
talandi þetta 1,5% sem getur mögulega verið í það að við þurfum að auka mögulega gæsluna. En hervæðingin einmitt grefur undan þessu líka. Við sáum það í Bretlandi þar sem þeir eru að reyna að smala peningum hvernig eiga að geta að fara út í aukin hernaðarútgjöld. Hvað það sem draga fram niður? Það annars vegar velferðarkerfið og hins vegar þetta loftslagsaðgerðir. En við erum ekki hervæðingunni. Já, nei, ég held við séum ekki þar, en ég held að sé rosalega gott að við séum að eiga þetta samtal og því að það búið að gera svo ofboðslega mikið bara núna á síðustu árum og ég myndi nú segja að full innrás í Úkraínu sé kannski stóra máli þar og því miður, og ég viðurkenni það, hafandi stutt síðustu ríkisstjórn, mistökin sem við gerðum á síðustu árum var að ræða þessi mál ekki nóg. Og það var auðvitað vegna samsetningarnir í ríkisstjórninni. Ég held að Vinstri grænum hafi ekki fundist það þægilegt. Katrín Jakobsdóttir fannst mér standa sig mjög vel sem forsætisráðherra. Ég myndi að mæta á NATO-fundi þrátt fyrir það að við vitum hver afstaða hennar flokks var. Mér fannst hún heiðarleg að segja bara ég er hér að fyrir mitt ríki og hér hefur Alþingi Íslendinga samþykkt það að við erum í NATO og það er okkar helsta öryggi. En það var samt sem að þannig að það var ekki vilji til að vera að ræða þetta mjög opið og ég hef ítrekkað, ég hef nú tekið undir ýmislegt sem Þorgerður Katrín hefur sagt varðandi þessi mál og er sammálinni að mörgu leyti fyrir utan þetta vilja endilega fara inn í Evrópusambandið. Ég held að sé mikilvægt. Trump sé heillandi. Nei, ég hef aldrei hitt hann og mér finnst hann lítið heillandi þannig að ég er nú meira kannski að tala svona stóru myndina en við þurfum sem samfélag að ræða þetta. Við þurfum sem samfélag að búa okkur aðeins undir það, eins og ég sagði þarna áðan, við erum því miður ekki að lifa friðartíma. Hvað þýðir það fyrir Íslendinga? Og þetta sem þú ert að segja, verið að fara að taka úr velferðarkerfinu okkar, eru mjög eðlilegar áhyggjur. Og þetta er eitthvað sem við þurfum að glíma við á þingi þegar við fáum fjármálaáætlunina. Hvernig ætlum við að finna þetta til? En þetta eru þessi nágrannaríkin okkar. Bara út í Finnlandi er að glíma við. Kannski þetta veiðigjaldinu sem þú ert að fara í farið. Það er nú notið þess að 7 milljarða í rosalega margt. Þetta er bara pólitík. Ef þú ætlar að láta þennan hluta þessar orðfáu menn láta þeim haldast uppi að taka auðlindir þjóðarinnar og nýta þær í eigin þágu, taka þá peninga og fara með þá hvert á land sem þið vilja kaupa hlutabréf, eyða þeim í útlöndum, vera með þá í skattaparadísum í staðinn fyrir að nota þessa peninga þar sem við þurfum, sem er þetta 1,5%, sem eru velferðarmálin, sem er menntakerfið, að þá er það þín pólitík og þá áttu bara að standa við hana. Mín pólitík er svo að stærsta hagsmunamál okkar er að auka verðmætasköpun á Íslandi. Með aukinni verðmætasköpun þá fáum við meira inn í ríkiskassan. Út af því þú sagðir hérna áðan að það skiptir kannski ekki máli þó að fjárfestingar tefjist 5 ár eða hvað það er. Jú, það kann að skipta rosalega miklu máli því fjárfestingarna sem við höfum fjárfest í sjávarútveginum, eða ekki við, þeir sem eiga þessi fyrirtæki, þau hafa aukið verðmætin. Þannig að það verður til meiri verðmæti og þar af leiðandi kemur meiri peningur inn í kassan og þannig tekst okkur að byggja upp öflugra velferðarkerfi, öflugri innviði og standa hér að vörnum í landinu. Það er svona standardfrasi, auka verðmætasköpun og svo kemur það er enda sá frasi sem að forsætisráðherra fór mig í kosningabaráttunni þó að komið svo ekkert inn í þing þar að leita. Þetta er bara svona en bara því miður að þá höfum við búið við það núna undanfarið ári eins og þú segir að það er að aukast verðmætasköpun. Við höfum verið með þennan aukna hagnað á hverju einasta ári en samt sem áður eins og Gunnar Smári bendir á þá er skautun að aukast í samfélaginu. Við erum að verða fjarlægari hvert öðru. Við styðjum hvert annað ekki eins og við gerðum áður og við erum að horfa upp á ýmsar hræðilegar afleiðingar þess. Bara hnífaburður unglinga, manndrápsmál, hvert ár eftir annað að þá erum við að horfa upp á sko fleiri manndráp á Íslandi heldur en nokkru sinni áður og þetta er skelfilegt af því að ég er nú svo gömul sem á grunum á sjá og ég bara upplifði samfélag sem var allt annað en þetta. Og ég vil ekki horfa á þetta fara í þessa átt og ég held að það sé alveg rétt sem að Gunnar Smári segir að eina leiðin til þess að koma í veg fyrir það er að efla einmitt menntakerfið og velferðarkerfið og hrista okkur saman í gegnum það. Má ég koma spurningu til þingmannsins? Já. Það hefði ekki búið að þingfundi bara, var ekki í gær eða eitthvað? Jú. En það voru alltaf einhver hlé eins og það væri alveg að fara að koma eitthvað samkomulag. Við vorum með kenningu, eða ég var með kenningu, að þegar niðurstaða skoðanakönnun Maskínur kemur fram, að þá segir sjálfstæðisflokkurinn við erum að tapa á þessu málþófi. Við verðum að slökkva á þessu bara núna. Er það rétt? Nei.
Nú, ætlaði að vera áfram í málþófinu? Nei, ég meina það sem rétt í þessu samhengi hlutana og þeir sem að þekkja til þingstarfana vita að þegar kemur reglulega svona hlé og maður fer upp sem forseti þings og segja þingfundur settur á Alþingi, nú verður fundi frestað í hálftíma og þetta. Alltaf gerist í bakherbergjunum. Já, þá eru þingflokksformenn eða í einhverju tilfelli mögulega formenn flokkana að funda og reyna að ná samkomulagi og það er það sem búið að vera að gerast og hefur verið fluttar fréttir af því að þeir fundir sig í gangi og þau halda bara þétt spilunum að sér en skoðan... Verður þið ekki að hætta þessi í sjálfstæðisflokknum? Þið eru stór tap á þessu, miðflokkurinn ríkur upp, hann er umvel bara ekta flokkur. Reyndar held ég að þessi mæling hafi nú verið gerð fyrir það að það myndaðist eitthvað svo kallar málþóf í veiðilegugjöldum, ég held að þetta sé eftir bókun 35, þannig að það má velta fyrir sér hvort að fólk sem miðflokkurinn, já, ég er alveg sannfærð það að miðflokkurinn er að bæta þarna við sig vegna þess að það sé andstæð við það, ég er alveg sannfærð það. En þið rjúkið upp þegar málþófið í veiðigjöldum kemur? Má ég smið? Þið rjúkið upp í... Nei, en veistu að ég verð að fá að segja, sko, ég er í pólitík út af ég hef einhverja hugsanir og það getur vel verið að einhverju sé algjörlega ósammála því og bara finnst að vera frasi að auka verðmætasköpun og allt þetta, en ég er algjörlega sammálað einhverjum öflugt skólakerfi, menntakerfi og velferðarkerfi og annað þess að það. En ég er ekki í pólitík til þess að horfa á skoðanakannanir og ég velti því, já, auðvitað skoðum við það, en ég er ekki að segja, heyrðu, nei, nú ætlum ég að skipta um skoðun því að skoðanakönnun segir eitthvað. Ég veit að sumir flokkar hegða sig svoleiðis, en Sjálfstæðisflokkurinn gerir það ekki. Aldrei gert það, aldrei. Ég er líka í pólitík, ég er ekki atvinnumaður í pólitík, ég fylgist með pólitík og tek þátt í pólitík sem grasrótamaður til dæmis í litla flokknum mínum, það stóra flokknum mínum. Það sem við kallaðum húlíkan í stúkunni. Og er bara ánægð með það, en ég horfi svolítið yfir og ég get notað reynsluna til þess að segja mér einhverja hluti. Það sem núna gerist alveg rétt, það er verið að semja sig áfram, ég veit ekkert hvernig þeir samninga ganga, maður verður að vera inn í húsinu og þekkja fólk og hafa áhuga til þess að vita það. En eitt sem ég ekki gleyma í þessu, og það er bara svona lítill persónulegur hlutur og hann er sá að allir þingmenn, allir starfsmenn þingsins, forsetar, formenn og svo framvegis eru búin að plana sumarfríin sín. Og þeir hafa pantað sér sumarfrí í Munaðarnesi, Tenerife, Flórida og svo framvegis með allir fjölskyldunni einhvern tíma í ágúst eða júlí og þeir þurfa að komast í þessi sumarfrí og það er bara, og síðan verður þetta svo leiðinlegt, ég þekki það, þetta verður svo svakalega leiðinlegt að vera heilu mánuðin og það er 17 stig og sól hérna úti og það er ekkert að gerast og þetta er engin andskotans pólitík, þetta er bara einhvern rifrildi og vitleysa. Og það sem að gerist held ég á næstu dögum er það að allir átta sig á þessu eða reyna að ná einhverju setla þetta einhvern veginn. Ríkisstjórnin þarf og verður að ná þessum veiðigjaldafrumvarpi gegn. Ég álíta þannig sem stuðningsmaður stjórnarinnar að ef hún gerir það ekki þá bara... Stjórnarandstaðan metur að megi ekki gerast. Já, ég veit það. Ég segi bara ríkisstjórnin getur ekki annað en gert það. Ríkisstjórnin er í meirihluta og á að ráða þessu og ég held að hún geri aldrei annað. Hún frestar því aldrei fram á haustið til þess að sko, málið byrjar aftur, þá byrjar málið aftur, skiljið. Það lifir ekki, það er einn af gollunum, lifir ekki áfram. Og ég held að því verður hleypt í gegn og síðan einhverjum svona venjulegum málum, fjáraukalögum með einhverjum málum sem verða að fara í gegn og ekki getur gert athugasemd við. Stjórnarlega sjálfur fóru nú eiginlega í málþóf í eigin fjárauka í gær. Og svo verður svona eitt málflokkar í flokki og einn tvö frá stjórninni. Og þannig endur þetta svo byrjar þetta aftur í haust. Ég held að þetta verði svona. Hérna, ef við má bara... Það er líka þáttur. Það er alveg klárt að það þarf að breyta það þarf að búa til jafnvægi milli stjórnar og stjórnarandstöðu sem ekki kemur fram svona. Og að því við vorum að tala traust á þingi og lýðræði og svo framvegis, að þá var þetta eitt af því hver sem að stendur fyrir málþófinu sem grefur undan þessu trausti. Hvaða rugl er þetta, hugsar almenningur? Hvað át að þýða? Það kemur niður á þeim sem hafa málþófið frammi, en líka niður á þeim sem að stjórna þinginu og eiga að sjá til þess að þetta sé í lagi. Ég kannast alveg við það sem með minni reynslu. Ég held að það þurfa að breyta og eitt af því sem þarf að gerast er líka þetta að mál lifi frá einu þingi til annars. Þegar ég var að þingi þá var ég búin að finna það út að það þyrfti að búa til breytingu á þingsköpum í þessa átt sem að gengi í gildi á þarnæsta þingi. Ekki á næsta þingi, þannig að pólitíkustum var ekki að velta því fyrir sig verð ég í stjórn eða stjórnarandstöðu heldur á þarnæsta þingi. Þannig að menn væri sko alveg vissu ekkert um það, hvernig þetta kemur út. Og ef það er ekki gert, þá myndi næsta þing verða svona mjög svipað að þessu leyti. Ég held að þetta sé bara mjög nauðsynlegt. Ég held Bryndís að skynsamlegt fólk
sem ég vona að þú sért, í öllum flokkum, eigi að fara að tala sig bara af þessu og reyna að koma á þessari breytingu með Ég er alveg sannfærð það að það er ástæð til að breyta ýmsu við þingsköpin og myndi glöð taka þátt í þeirri vinnu. Ég held að það þarf líka að vera svona ákveðin ró og traust milli fólks til að hægt sé að fara í þá vinnu. Eins og staðan akkurat núna það ekki, það gæti verið að lagast. En ég ætla aðeins að segja út af því að hér er talað um sumarfrí, sko, ég er ekki með slík plön, þannig að ég er tilbúin í það sem þurfa þykir. En það sem ég brenn heitast fyrir, og enginn hefur rætt hér, það er frumvarp um jöfnunarsjóð sem að kemur mjög illa niður á mínu kjördæmi og það er rétt búið að opna á þá umræðu. Ég fengi að halda eina ræðu og það er búið að flytja nefndarálit, þannig að það er nú umræða sem að ég myndi fórna ýmsu fyrir í sumar ef til þess kæmi, en ég vona Þú vilt stoppa það? Nei, ég er með breytingatillögu við málið og ef að hægt er að samþykkja þá breytingatillögu þá held ég að við séum með góðar breytingar hér, svona fyrsta stig af breytingu á kerfi sem að ég veit að enginn þekkir jöfnunarsjóðinn, en þetta skiptir miklu máli varðandi rekstur sveitarfélaga og þetta er svona mikið sanngirnismál, það er verið að jafna ála út frá fjölda grunnskólabarna, fjölda fatlar og annað þess áttar. Þannig að það er til dæmis mál. Og kemur aðalega niður á reykvíkingum og grunnskólaböndum er ekki það. Já, það er nú verið að taka á því. Nei, það er verið að taka á því í þessu frumvarpi og ég held að við sameinumst um það. Reykjavíkurborg eigi líka að fá framlög vegna nýbúa. Þannig að það er margt, ég er alveg sammála því, það er margt mjög gott þarna, en það er þetta ákvæði sem að í rauninni ýtir undir það að sveitarfélögin ættu öll að fara með útsvarsprósentuna sína upp í algjört hámark, sem að ég segja sé þá hvati fyrir sveitarfélögin að rukka hærri skatta og það get ég ekki skrifað undir. Þannig að breytingartillaga mín lítur á því og ég vona auðvitað að það sé að ná einhverju sáttum þetta og oft er það þannig að hlutir þurfa að fara í gegnum svona pólitíska þeytivindu og ég held að mögulega, þú veist, þegar það er verið að ná einhverju samkomulag þá er verið að samþykkja eitthvað og það er verið að horfa á sjónarmið. Þetta er bara hluti af lýðræðinu. Þannig að ég auðvitað ber væntingar til þess að það sé hægt að verða við þessari breytingartillögu því ég veit að það eru ýmsir þarna sem að styðja mig í því máli, líka þingmenn sem eru í stjórnar meirihlutanum og þannig náum við árangri og ég er að treysta á þessi svoleiðis samtöl sem eiga sér stað hjá þingflokksformunum þar sem að þetta snýst ekki bara um að vinna og tapa og einhver harka og eitthvað slíkt, heldur er verið að reyna að miðla málum því að stjórnmál eru list hins mögulega. Herri, það byrja að ringja dyrabjöllinni, við verðum að fara að rýma húsið. Steingrímur Steinarsdóttir, Mörður Árnason og Bryndís Haraldsdóttir, þakka ykkur kærlega fyrir komuna og við sitjum hérna eftir smá stund. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.